verður dálítið erfiðari og lengri og þyngri heldur en í undanúrslitunum. Nú okkur sem sagt að keppninni. Það eru hraðaspurningar í 2 mínútur. Og allir tilbúnir. Við byrjum þá núna. Hver eru aukaföllin 3? Þolfall, Dáfell og Einar. Rétt. Á hvaða firði eru Málmey og Drangey? Breiðafirði. Rangt. Hver er Hellingsróta 49? Pass. Hvað heita egg lúsa? Nýtt. Rétt. Hvaða bókstafur var numinn úr íslensku ritmáli 1973? Seta. Rétt. Hvaða leikari lék Líð Oddsson? Jón Gnarr. Rétt. Hvað heitir hús Halldórs Laxness í Mosfellssveit sem nú er safn? Pass. Hvað er glóandi? Getur endur tekið spurninguna? Hvað er glóandi? Appelsína. Rétt. Hvert er stærsta haf jarðar? Kyrrahafið. Rétt. Hvað heita ský sem ná niður á jörð? Skýstrókar. Rétt. Hvaða bókstafur er vindræn megin við L á hefðbundnu lyklaborði? K. Rétt. Hvað heitir skólastjóri Grundaskóla? Hrönn. Pass. Mælieiningi ljósár, tíma eða vegalengd? Vegalengd. Rétt. Hver er íslenska þýðingin af sjónvarpsþættinum Bold and Beautiful? Pass. Hvaða heimsálfa er strjálbýl? Megið svara. Hvað sagði þið? Hvaða heimsálfa er strjálbýlust? Evrópa. Rátt. Við byrjum þá núna. Hver eru aukaföllin 3? Þolfall, Dáfell og Einar. Rétt. Á hvaða firði eru Málmey og Drangey? Skagafirði. Rétt. Hver er Hellingsróta 49? Pass. Hvað heita egg lúsa? Pass. Hvaða bókstafur var numinn úr íslensku ritmáli 1973? Seta. Rétt. Hvaða leikari lék Líð Oddsson? Pass. Hvað heitir hús Halldórs Laxness í Mosfellssveit sem nú er safn? Laxnesshús. Rangt. Hvað er glóandi? Ástir. Rangt. Hvert er stærsta haf jarðar? Hérna. Rétt. Hvað heita ský sem ná niður á jörð? Þoka. Rétt. Hvaða bókstafur er vinstra megin við L á hefðbundnu lyklaborði? M. Rangt. Hvað heitir skólastjóri Grundaskóla? Hrönn. Ríkharðsdóttir. Rétt. Mælieiningi ljósár, tíma eða vegalengd? Vegalengd. Rétt. Hver er íslenska þýðingin á sjónvarpsþættinum Bold and Beautiful? Glastáinir. Rétt. Hvaða heimsálfa er strjálbýlust? Afríka. Rangt. Hvaða litur er í franska fánanum? Rauður, hvítur og blár. Rétt. Hver er stærsta eyja jarðarinnar? Ástralía. Rangt. Botni málsháttinn sjaldan fellur? F í loftrækjunni. Rétt. Hvaða stafur er á undan H í stafrófinu? F. Rangt. Hvernig er orðið sumar í nefnifalli eintölu með greini? Sumarið. Rétt. Hvað eru 3 í veldinu 3? 9. Nei! Tími. Þið megið svara þessar spurningu? 3 sem 3 sem 3. Hvað er 3 sem 3 sem 3? 27. Rétt.
Og þá byrjum við. Fyrsta spurning og gefur 1 stig. Hvaða kennari á unglingastigi málar myndir í frístundum sínum? Hafdís. Það ekki rétt. Það er því Sigurður Karlsson. Já, það nú þetta líka. Það rétt. Þá færi svarrétturinn yfir. Hvaða kennari á unglingastigi æfði á sínum yngri árum handbolta með Fram? Ingibjörg. Það rétt. Og þriðja spurning og gefur 3 stig. Árið 1971 er merkilegt fyrir margra hluta sakir. Á því ári fæddust til dæmis 7 kennarar sem kenna við Brekkubæjarskóla. Nefnið 2 þeirra sem kenna í unglingadeildinni. Það er Hildur og bara... Strax. Já, bara Hildur og hérna... og Helga sem Helgi. Hildur og Helga. Vitlaust. Það er Hildur. Strax. Elín. Rétt svar það eru samt 3 stúlkur sem eru fæddar á þessu ári. Það er Villa, Hildur og Binni. Þá megið þið velja ykkur bók. Ísland. Og það er alveg eins að ef þið getur ekki svarað þá færi svarið fyrir niður. Fyrsta spurningu gefur 1 stig. Hvar finnum maður stofn nafnorða? Eða hvernig? Hvað er hvernig? Hérna, hvernig? Nei, ég get ekki sagt hann í komið. Það fyrir það tíma. Ljóðið sálum. Dansa og dans. Það segir maður. Það er í þolfalli eintölu. Það er rétt. Önnur spurning. Hvernig er vetur, hvernig er orðið vetur í eignarfalli eintölu? Vetrar. Það er rétt. Þriðja spurning. Fjarlægðin gerir Fjarlægðin gerir ferðina skemmtilega. Eða það getur að vísu verið rétt en ekki það. Jú. Þið getið svarað bara hvað það svara strax. Strax. Fjarlægðin gerir fötin há. Nei. Nei. Fjarlægðin gerir fötin blá og mennina mikla. Eða mennina mikla. Jæja.
En það nóg eftir strákar, það ekki gefast þetta upp, að við getum. Hvað Willow Smith gömul? Willow. 12 ára. Það ekki neitt. 11. Það rétt. Þá það önnur spurning sem gefur 2 stig. Jú, það svara. Hvað hétu fyrstu 2 lögin sem Lady Gaga gaf út? Poker Face Just Dance. Það rétt. Og hvaða hljómsveit, þetta ekki segja spurning, hvaða hljómsveit gaf út plötuna War? War. Það var AFF. Eagles eða eitthvað. Það þið svarið strákar strax. Það hljómsveitin Pink Floyd og það gerð mynd eftir, með sama nafni. Rétt það. Og þá bara 1 flokkur eftir og þið fáið hann. Og það þýska. Það þýska. Og henn og hendur að kortast dör. Nei, ég segi svona. Fyrsta stig. Fyrsta spurning 1 stig fyrir þið. Guðmunda og Tinna hanna undir merkinu Tófítir Teló og selja platna sín í verslun sinni hér á Akranesi. Hvað heitir hún? Origami. Origami, það rétt. Önnur spurningum gefur 2 stig. Hver eigandi og hönnuður íslenska fatamerkisins Uniform? Pass. Það þið svartar okkar. Þið finnast ykkur í svari. Tíminn við. Veit Björnsson. Góð hugmynd. En ekki rétt. Það Birta Björnsdóttir. Það svona. Með þriðja spurningum gefur 3 stig og þið haldið svaritinn. Verslunarkeðjuríki H&M velur gestahönnuði á hverju ári sem hanna línu fyrir verslanir þeirra. Kate Moss, Stella McCartney, Madonna, Jimmy Choo eru meðal annars í hópi þeirra. En hver bætti í hópinn á síðasta ári og hannaði haustlínu fyrir H&M? Elin Kling. Það var alveg hann. Spurt fugl á eða við Ísland. Og það á að ringja liðinni og hvort lið má svara hverju vísbendingu einu sinni. Fyrsta vísbending, spurt fugl á eða við Ísland og hún gefur 3 stig. Fuglinn af ættbálki fjörunga en ættin svartfuglar. Latneska heitir Fratercula arctica. Þyngd 300–450 grömm. Tegundin telur gríðarlegan fjölda einstaklinga. Fuglinn verpir í grasivöxnum brekkum og grastóm ofan á sæbröttum eyjum. Hann hefur ýmis gælunöfn á íslensku en kallast til dæmis Pulcinella di mare upp á ítölsku. Lundi.
Er það Lundi? Lundi? Sögðu það? Já. Já, þetta er Lundi. Þá önnur vísbendingarspurning og spurt mann. Segja verður fullt nafn einstaklingsins, hvort sem hann erlendur eða íslenskur. Fyrsta vísbending og gefur 3 stig. Maðurinn fæddist á Ísafirði þann 14. maí 1943. Sonur rakara og húsmóður. Árið 1974 kvæntist hann og árið seinna eignaðist hann við konu sinni dæturnar Guðrúnu Tinnu og Svanhildi Döllu. Ólafur Ragnar Grímsson. Það er rétt. Það er flóknir krakkar, það svara bara alltaf á fyrstu vísbendingu. Þá er það þriðja og síðasta vísbendingarspurning og það er aftur spurt fugl á eða við Ísland. Fyrsta vísbending og gefur 3 stig. Fuglinn er á ættbálki stórfugla en áður var ættbálkurinn kallaður pípunasa. Latneska heitið er Fulmarus glacialis, þyngd 600–800 grömm, verpir í klettum og aðeins einu eggi sem er hvít. Og ungarnir eru hreið. Þetta er hvít. Það voru úrslitsfengir. Drengirnir réttu hlut sér hendur og náðu sér í 24 stig. En þessar skjörfulegu stúlkur voru með 30 vinna. Nú fer fram afhending verðlauna og viðurkenningu á kraft og svoleiðis að ég vil aftur minna 9. bekk kíka á það þegar það gáður samvíðarlættir. Það fá hérna sem verðlaun fyrir sigurspurningarnir, þá fá hérna gjafabréf á Subway, tóka með bátum álæðarins, lítil gos og ein kaka. Það eru bara með það til Subway. Og síðan er hérna parandbikar sem gengur hérna á milli liða ár eftir ár eftir ár og við fáum að geyma hann upp í fína glerkassanum okkar hérna bara á gangi. Og í honum eru náttúrulega smá næring, 3 Prince-póló. Þannig ég ætla að fá að afhenda ykkur bikar til hamingju.